ráðherra, góði gestir í salnum og sem fylgist með í streymi. Verið hjartalega velkomin á opinn fund viðskiptagreiningar Landsvirkjunar. Egill Tómasson heiti ég og sérfræðingur í viðskiptagreiningu og þróun markaða hjá fyrirtækinu. Í dag ætlum við að fjalla orku- og afurðamarkaði og beina sjónum okkar sérstaklega að alþjóðlegum ál- og kísilmörkuðum, enda hefur verið mikið umrót á þeim bænum undanfarna mánuði. Við munum hlýða á 2 áhugaverð erindi frá þeim Jónasi Hlyni Hallgrímssyni og Tinnu Traustadóttur og í kjölfarið mun einkar vel mannað pallborð kryfja málefnin enn frekar til mergjar. En áður en við höldum lengra langar mig að vekja athygli ykkar á LinkedIn síðu viðskiptagreiningar Landsvirkjunar sem fór í loftið nýlega. Þar birtum við áhugavert efni orkumál, hvort sem það af innlendum vettvangi eða erlendum. Síðan ein af mörgum miðlunarleiðum viðskiptagreiningar Landsvirkjunar til viðbótar við fundið eins og þennan, bloggfærslur á landsvirkjun.is, greinaskrif og fleira. Ég hvet ykkur til að skanna kóðan hér fyrir aftan mig og fylgja síðan eftir og fylgjast þannig vel með því nýjasta sem á döfinni í orkumálum. Að því sögðu langar mig að bjóða fyrstan á svið Jónas Hlyni Hallgrímsson, forstöðumann viðskiptagreiningar og þróunarmarkaða hjá Landsvirkjun. Í erindi sínu mun hann fjalla alþjóðlega raforkumarkaði og tengsl þeirra við samkeppnishæfni Íslands. Gjörðu svo vel, Jónas. Takk fyrir Egill. Við höfum öll séð mikla fréttir af sviptingum í heimsmálunum undanfarið og mér langar að setja þær í samhengi við alþjóðlega raforkumarkaði og þá einna helst í tengslum við sölu á raforku til stórnotenda. Og það hafa komið fram margar aðgerðir í ýmsum þjóðum sem ætlað að styrkja samkeppnishæfni þjóða. Þannig að það má eiginlega segja að það sé komið kapphlaup samkeppnishæfni á alþjóðlegum raforkumörkuðum. En Landsvirkjun starfar auðvitað á alþjóðlegum markaði. Við seljum raforku til fyrirtækja sem selja sínar afurðir á erlenda markaði. Í mörgum tilvikum eignarhaldið erlent og þegar að stórnotendur velja að setja upp starfsemi líta til Íslands og annarra landa og einnig þeirra ákveða að stækka og bæta við sína starfsemi, þá bera þeir saman Ísland og önnur lönd. Og svo vitum við auðvitað að stórnotendur eru stoð í hagkerfinu, miklar útflutningstekjur og mörg störf, þannig að það mikilvægt fyrir okkur að fylgjast vel með alþjóðlegum mörkuðum. En fréttir af raforkumörkuðum hafa lýst svona krefjandi aðstæðum. Orkukrísan 2021-2022 í Evrópu hækkaði raforkuverð mikið og mikil áhersla fór á markmið var að lækka raforkukostnað og auka samkeppnishæfni. En svo hefur við líka séð fréttir öryggi og viðnámsþrótt hagkerfisins og hagkerfa. Og þarna vofa auðvitað yfir svona djúpir geopólitískir kraftar. Þannig að öryggismál hafa líka orðið svona mikilvægt markmið á raforkumörkuðum. Og þessi 2 markmið, öryggi og samkeppnishæfni, saman með loftslagsmálum, eru oft svona þessi stóru markmið sem eru lögð til grundvallar í orkustefnum í mörgum þjóðum. Og það hægt að ramma þetta inn í svokölluðum orkuþríhyrningi, eða svona energy trilemma. Og þetta svona konsept sem lýsir því hvernig það getur verið erfitt að ná öllum markmiðum samtímis. Þannig að oft það þannig að það þurfa að vera málamiðlanir. Og við getum tekið dæmi, það væri auðvelt að ná miklu öryggi í raforkukerfi með því að kaupa mikið af jarðefnaeldsneyti og hafa margar virkjanir tiltækar. En það var auðvitað ekki gott fyrir loftslagið og ekki heldur samkeppnishæft. Það áhugavert að sjá svona hvernig ferðalagið hefur verið í þessum þríhyrningi á undanförnum árum í Evrópu. Það eru loftslagsmálin. Árið 2015 var Parísarsamkomulagið undirritað, mikil áhersla á loftslagsmálin og nýtingu endurnýjanlegra orkukosta. Svo var orkukrísan 2021-2022. Þá hækkuðu raforkuverð mikið á meginlandinu, rússneskt gas var nýtt til raforkuvinnslunar og þá var mikið markmið að lækka raforkukostnað og auka samkeppnishæfni. Svo verður stríðið í Úkraínu og þá verða öll öryggismál endurhugsuð, svona í víðum skilningi. Þannig að þá fyrir mikil áhersla á öryggismálin og viðnámsþrótt hagkerfisins. Það verða markmiðin. Þannig að þetta eru svona ferðalagið á undanförnum árum og við sjáum núna að áherslan á alþjóðlegum raforkumörkuðum, hún liggur svona mitt á milli þarna. Mitt á milli öryggis og samkeppnishæfni.
Og við höfum séð miklar aðgerðir á raforkumörkuðum og í þessu starfsumhverfi stórnotenda, bæði austanhafs og vestan, þar sem ætlunin að styrkja samtímis samkeppnishæfni og auka öryggi. En raforkuverð á Þýskalandi nú 144% hærra eftir orkukrísuna heldur en fyrir hana. Og Nord Pool, þar sem uppistaðan Skandinavía, þar raforkuverðið 45% hærra. Þannig að þeir stórnotendur sem starfa á þessum mörkuðum, eða eru með starfsemi sína á þessum mörkuðum, þeirra samkeppnishæfni hefur versnað með önnur heimsvæði. Raforkukostnaður eru auðvitað stór hluti af breytilegum kostnaði hjá stórnotendum, þannig að hærra raforkuverð hefur strax áhrif á samkeppnishæfnina. En það er líka áhugavert að skoða breytileikann og það hafa óstýranlegir endurnýjanlegir orkukostir eins og vind og sól komið inn af miklum krafti og raforkukerfin hafa ekki verið nógu sveigjanleg til að taka á móti þeim. Þannig að við sjáum mikinn breytileika í raforkuverðinu. Og það þetta samspil, hærra verðs, mikils breytileika sem hefur gert stórnotendum erfitt fyrir að fá langtímasamninga. Og þegar stórnotendur eru ekki með langtímasamninga þá skortir á fyrirsjáanleika í sínu rekstri. Og þetta rekstur stórnotendur er mjög umfangsmikill og fyrirsjáanleikinn mikilvægur. En iðnaður í Þýskalandi hefur dregist saman og í Evrópu. Og hérna sýni ég vísitölu framleiðslu iðnfyrirtækja í Þýskalandi og það 18% samdráttur frá árinu 2021. Og þetta þróun sem við séð í mörgum öðrum löndum. En þó ekki í Noregi og ekki á Íslandi. En þessi þróun hefur leitt til svona umræðna. Og við sjáum hérna líka hvernig hærra raforkuverð í Þýskalandi hefur áhrif. Þetta einstaklega háa raforkuverð 2022 og hvernig iðnaðarstarfsemin dregst niður á því ári og hefur farið lækkandi síðan þá. En þessi þróun hefur leitt til mikilla umræðna í Þýskalandi. Bæði varðandi hagvöxt, hagvöxturinn hefur verið minni heldur en vænst var, störfum hefur fækkað og þetta hefur leitt til aðgerða. En það líka þetta sem tengist örygginu, öruggum aðfangskeðjum og þetta verður allt verið endurhugsað. Þannig að það má eiginlega segja að komið svona saman tvenns konar áhyggjur. Það verðmætasköpun, það samkeppnishæfni, það störf og svo það öryggi og viðnámsþróttur hagkerfis. Og í Draghi-skýrslunni sem kom út fyrir árið síðan var greining á samkeppnishæfni stórnotenda innan Evrópusambandsins. Og þar var samanburður á raforkuverði í ESB, Kína og Bandaríkjunum. Og við sjáum í kringum 2020 að þá raforkuverðið svipað í ESB og Kína en núna mun hærra í ESB. Og hluta til þetta vegna þess að kaupa það svokallaðar losunarheimildir eða ETS-heimildir eða að nýta jarðefnaeldsneyti til raforkuvinnslu. Þannig að þetta hefur leitt til hærra raforkuverðs að hluta til. En alþjóðleg samkeppni hún hörð og hérna höfum við bætt við Noregi og Kanada og við sýnum líka meðal kostnað viðskiptavinna landskunar. Og þarna meðal kostnaðurinn sem sagt samanlagður kostnaður við kaupin á raforkunni og flutningin sjálfan. Og öll þessi lönd eru með aðgerðir til þess að bæta sína samkeppnishæfni. Þau eru að einfalda regluverk sitt, betrumbæta leyfisveitingaferli, betrumbæta viðskiptaumhverfið og lækka kostnaði þetta. Og allt til þess að skapa grundvöll fyrir frekari verðmætasköpun. Og við megum ekki vera undir í þessari samkeppni. En ef við lítum nánar á samanburð Noregs, Kanada og viðskiptavinna Landsvirkjunar, þá býður Landsvirkjun samkeppnishæft raforkuverð. Við sjáum líka árið 2022 hversu hátt verðið hjá Landsvirkjun. Það var vegna afurðatenginga í raforkusamningum, sumum raforkusamningum við Nord Pool og álverð. En hér á landi flutningskostnaður hár. Flutningskostnaður $10 á megastund, en í samanburðarlöndunum hann svona örfáir dollar á megastund. Og ef maður hugsar flutningskostnaður sem hlutfall af heildarkostnaði, þá flutningskostnaður hér 25%, en í samanburðarlöndunum 5-10%. Þannig að þetta eitthvað sem við verðum að skoða vel ef við ætlum að standast alþjóðlega samkeppni. En nánar Noreg. Þar eru niðurgreiðslur á raforkuverði. Það eru veittar svokallaðar CO2 niðurgreiðslur. Og þeim ætla að komast til móts við kostnaðinn við ETS-heimildirnar sem ég nefndi áðan.
Og þessum niðurgreiðslum eiga stjórnendur í Noregi að verja til þess að kaupa búnað. Að mæta loftslagsvænni búnað. Og þetta gerir stjórnendur í Noregi kleift að fjárfesta í nýjum og betri búnaði og auka þannig samkeppnishæfni sína. En þessar niðurgreiðslur hafa hækkað verulega í Noregi. Og núna er það þannig að endanlegu kostnaður stórnotenda í Noregi er 50% lægri ef maður tekur tilliti til niðurgreiðslana. Og þetta er líka langt lægra heldur en á Íslandi. En ef við drögum saman svona þær aðgerðir sem hafa verið nefndar erlendis, þá er það í Draghi-skýrslunni nefndi styrkleika langtímasamninga. Það skapi fyrirsjáanleika fyrir stórnotendur og orkufyrirtækin. Og þetta er auðvitað engin ný sannindi fyrir okkur í Landsvirkjun. Við höfum verið með langtímasamninga við okkar stórnotendur og byggt upp okkar kerfi samhliða. En svo er það niðurgreiðslur á raforkuverði. Og ég lýsti áðan fyrir ykkur þeim vanda sem að þjóðverðir eru í. Og þeir hafa núna tilkynnt aðgerðir sem eiga að hefjast núna í byrjun árs 2026 og standa út 2028, þar sem þeir ætla að niðurgreiða raforkuverð til iðnaðar. Og samanlagt 600 milljarðar sem þeir vænta að fara í niðurgreiðslurnar. En þetta er á þá eftir að verða samþykkt þessi ríkisstyrkur að vera samþykktur af ESB. Svo eru það CO2 niðurgreiðslurnar sem ég nefndi áðan og fór yfir fyrir Noreg og þær eru líka í öðrum löndum. En svo er það líka aðgerðir sem kannski snert ekki beint raforkuverðið eða viðskipta fyrirkomulagið. Og það er þessi tollar fyrir fjölmargar vörur. Og þar er ætlunin að örva innlenda eftirspurn, auka þannig samkeppnishæfni og stuðla að þessum öruggari aðfangakeðjum. En ef við förum aftur í þríhyrningin sem við byrjum á, fyrir Ísland, þá hefur við þetta staðið okkur alveg framúrskarandi vel. Við loftslagsmálunum nýtum við endurnýjanlega orkukosti. Við höfum boðið samkeppnishæft raforkuverð til stórnotenda, Tinna fer nánar yfir það hérna á eftir. Og öryggismálin, þá höfum við þetta í samningum okkar við stórnotendur, heimild til þess að bregðast við náttúrulegum aðstæðum í okkar virkjanakerfi. Þannig að við höfum nýtt okkar auðlindir einstaklega vel. En það eru auðvitað áskoranir. Við þurfum að bæta úr orkuöryggi heimila og við þurfum líka að huga að samkeppnishæfni okkar. Og við viljum auðvitað halda áfram að þeirri braut, við höfum skapað mikil verðmæti og við viljum halda áfram að þeirri braut og bæta enn frekar í. Og til þess verðum við að vera samkeppnishæf. Og við verðum að nýta hagkvæma virkjanakosti, við verðum að fókusa á vatnsafl, jarðvarma og vind og við verðum að vera alþjóðlega samkeppnishæf hvað varðar flutningskostnað. Þessi tvö atriði eru lykilatriði fyrir okkur til þess að vera samkeppnishæf á alþjóðavísu. Og við erum lítið land og við erum ekkert burði til þess að vera niðurgreiða stórnotendur líkt og önnur lönd gera. Og það er enginn að leggja það til. En við þurfum bara að huga okkur málum og passa það til lengri tíma að vera við samkeppnishæf. Og eftirspurnarmegin eru fjölmörg tækifæri sem býða okkar. Landeldisfyrirtækin eru að stíga sem fyrstu skref, gervigreinda gagnaver, hafa haldið áfram að vaxa. Og þessi fyrirtæki og fleiri hafa ótrúlega tækifæri til þess að vaxa enn frekar. Þannig að ef við einblínum á réttu atriðin og við látum hendur standa fram úr ermum, þá getum við raungert enn meiri verðmæti í okkar einstaka raforkukerfi. Takk fyrir. Komiði sæl. Óvíst er hvenær framleiðsla verður keyrð á fullum afköstum á ný í álveri Norðuráls á Grundartanga. Áhrifin eru víðtæk, ekki aðeins á nærumhverfið, heldur þjóðarbúið allt. Sérfræðingar hjá Norðuráli vinna hörðum höndum við það að athuga hvernig hægt verður að koma hinum helmingi starfsemi álversins í gang. EES-ríkin 3, Ísland, Noregur og Liechtenstein verða undanþegin verndaraðstofunum gagnvart innflutningi á stáli til ESB-ríkjanna.
Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins leggur til að Ísland og Noregur verði ekki undanskilin verndaraðgerðum vegna kísilmálms eins og stjórnvöld í þessum ríkjum hafa barist fyrir undanfarna mánuði. 80 manns missa vinnuna þegar kísilverksmiðja PCC á Bakka hætti framleiðslu í gær. Forseti sveitarstjórnar Norðurþings segir að stjórnvöld verði að bregðast við og tryggja samkeppnishæfi kísilvers PCC á Bakka við Húsavík. Til stendur að stöðva starfsemina í sumar. Ástæðurnar fyrir stöðvuninni eru erfiðleikar á alþjóðamörkuðum, innflutningur á ódýrum kísilmálmi og tollastríð. My fellow Americans, this is Liberation Day. Upp runnin frelsisdagur Bandaríkjanna, segir Donald Trump Bandaríkjaforseti, sem ætlar að kynna nýja tolla í kvöld. Bandaríkin leggja 10% tolla á vörur frá Íslandi og 20% á innflutning frá ríkjum Evrópusambandsins. Bandaríkjaforseti segir að verksmiðjur og vinnuafl eigi eftir að streyma til Bandaríkjanna. Gærdagurinn fari í sögubækurnar sem endurreisnar dagur bandarísks iðnaðar. Bandaríkjaforseti hótaði því í dag að setja 30% tolla á Evrópusambandið og Mexíkó frá og með 1. ágúst. Kínverjar tilkynntu í dag 34% innflutningstolla á bandarískar vörur. Verð á hlutabréfamörkuðum heim allan féll í morgun vegna áhrifa bandarískra tolla á alþjóðaviðskipti. Asíumarkaður varð verst úti, þar fer dagurinn í sögubækurnar. I don't want anything to go down, but sometimes you have to take medicine to fix something. Já, það má með sanni segja að það hafi verið ýmsar áskoranir á mörkuðum undanfarið misseri eins og þessi fréttabrot bera með sér. Tollastríð, verndaraðgerðir, niðurgreiðslur og svo mætti lengi telja. Ekki síst hafa alvarleg atvik komið upp hér í ál- og kísilgeiranum á Íslandi og það hefur verið snúið að fóta sig í þessu umhverfi. Til að rýna í stöðuna á þessum mörkuðum langum við að bjóða næsta á svið Tinnu Traustadóttur, framkvæmdastjóra sölu og þjónustu hjá Landsvirkjun. Gjörðu svo vel, Tinna. Komið sæl, gaman að vera með ykkur og gaman að sjá hvað margir eru mættir. Ég ætla að fara yfir stöðuna á ál- og kísilmörkuðum en viðskiptavinir okkar eiga í harðri alþjóðlegri samkeppni og viðskiptaumhverfið er síst að verða einfaldara. Samkeppnishæfni er mál málanna og þar eru einstök ríki og heimsálfur að gera sitt til að styrkja sína stöðu með margvíslegum aðgerðum. Og við munum koma betur inn á það hér rétt og eftir. Og við eigum öll mikið undir að vel takist til því velgengni okkar helst auðvitað í hendur við velgengni viðskiptavinana og iðnaðarins í landinu. Hér sjáum við landakort með staðsetningu stórnotenda hér á landi. Rio Tinto í Straumsvík var fyrsta álverið. Það hóf starfsemi sína fyrir 55 árum síðan. Síðan kom Norðurál á Grundartanga og Alcoa Fjarðarál á Reyðarfirði er nýjasta álverið ekki bara á Íslandi, heldur í Evrópu og hóf starfsemi fyrir tæplega 20 árum síðan. Elkem á Grundartanga hefur verið starfandi í 40 ár. PCC á Bakka hóf starfsemi sína árið 2018 og mér langar til að minnast líka á TTK sem er starfandi á Akureyri. Hefur verið starfandi hér á landi í 20 ár og framleiðir svokallar álþynnur eða aflþynnur sem eru notaðar í rafmagnsþétta og þar er komin kippur í eftirspurnina vegna gervigreindar gagnaverana. Og 75% af allri raforku sem er framleidd hér á landi fer til málmbræðslunanna. En það er líka ný kynslóð viðskiptavina sem er að ryðja sér til rúms, landeldið og gagnaverin, þannig að fjölbreytnin er að aukast. Og það hefur orðið ánægileg þróun því að þessi starfsemi hefur verið að byggjast upp all land á Reykjanesi, Húsavík, Akureyri, Blönduósi, Reyðarfirði, Vestmannaeyjum og Þorlákshöfn og víðar. Og það má segja að þessi þróun sé í góðum takti við atvinnustefnu sem að stjórnvöld eru nú að móta og þar sem að leiðarstefin eru kröftugur vöxtur útflutningstekna og háframleiðni störf allt land. Og samkeppnishæf orkuvinnsla og samkeppnishæfur flutningur á raforkunni eru þetta áfram hluti af heildarmyndinni. Og við höfum öll séð á síðastlinnum vikum hvað stórnotendur skipta gríðarlega miklu máli fyrir hagkerfið og hve áhrifin eru víða. Og ég ætla að halda áfram að vera á jákvæðu nótunum því að málmbræðslur hér á landi
hafa á undanförnum árum verið að færa sig meira yfir í verðmætari vörur. Og gott dæmi þetta steypuskáli Norðuráls á Grundartanga. Nú í álverunum eru framleiddir álhleifar, álsívalningar og vírar og 62% af álinu fyrir samgöngur, byggingarinnað og rafmagnslínur. Munurinn á kísilmálmi og kísiljárni kísilinnihaldið. 99% kísil í kísilmálminum og 75% kísil og 25% járn í kísiljárninu. Og kísiljárnið það notað í stálframleiðslu og rafbúnað á meðal kísilmálmurinn notaður í álframleiðslu, sólarsellur, efnavörur og ég geti haldið áfram að telja lengi. Og þessir málmar gegna lykil hlutverki í breyttri heimsmynd og eru nauðsynlegir fyrir öryggi og samkeppnishæfni ríkja. Og jafnframt grundvallar hráefni í orkuskiptunum. Málmarnir eru nauðsynlegir orkuinnviðir, sólarsellurnar, vindmyllurnar, raflínurnar og rafhlöðurnar. Og jafnframt eru þetta lykilmálmar þegar kemur að varnar- og öryggismálum í sífellt flóknari heimi. Og það ekki tilviljun að ál- og kísilmálmar hafa verið skilgreindir sem þjóðhagslega mikilvægir af Evrópusambandinu. Og við megum vera stolt af þessum iðnaði sem að stendur sterkt hér á landi þrátt fyrir tímabundin áföll. Og hér erum við með upplýsingar frá bandaríska seðlabankanum og það sem að þessi mynd og bandaríski seðlabankin mælir óvissu í alþjóðaviðskiptum. Og myndin sýnir okkur að þeim mun meiri sem að tollabreitingarnar eru, þeim mun meiri óvissa í viðskiptalífinu. Hvort sem okkur líkar betur eða ver, að þá eru við í hringiðu heimsmálana. Hvað gerir Trump þegar hann vaknar á morgun? Hvað gerir Kína? Hvert leikjaplanið hjá Evrópusambandinu? Og ál- og kísilframleiðendur hér á landi, eins og ég sagði áðan, eru í harðri alþjóðlegri samkeppni. Og það sameiginlegt verkefni okkar allra að passa upp á samkeppnishæfnina. Og hluta því viðskiptaumhverfi stórnotenda og öflug hagsmunagæsla sem við munum heyra meira af í pallborðinu. En ég ætla að fara yfir stöðuna á afurðamörkuðum og ég ætla að byrja á álinu. En álframleiðsla í heiminum hefur aldrei verið meiri og hún hefur þrefaldast frá aldamótum þegar hún var í kringum 23 milljónir tonna á ári en 73 milljónir tonna á ári í dag. Og það gert ráð fyrir áframhaldandi vexti í álframleiðslu í heiminum og að vöxturinn verði 12% til ársins 2040. En ál gæti þeim mikilvæga eiginleika að þessi málmur þarf að endurvinna. Þannig að það verður aukið hlutfall á málmi sem hefur verið endurunnin og það skýrir að hluta til þessa hóflegu aukningu í vexti í frumframleiðslu á áli. Nú, 60% af öllu áli sem framleitt í heiminum framleitt í Kína. Og önnur framleiðslusvæði eru önnur lönd í Asíu, Miðausturlönd, Rússland, Kanada, en í Bandaríkjunum og í Evrópu að þar hefur álframleiðsla verið að dragast saman, eins og Jónas kom inn á áðan, vegna hás raforkuverðs. Undanteknin í Evrópu eru Noregur og Ísland. Þar sem álframleiðslan hefur að aukast og á Íslandi framleiðum við ríflega 1% af öllu áli sem framleitt í heiminum. Ég ætla að sýna ykkur aðeins hvernig staðan í Evrópu og hvernig hún hefur breyst. En aldamótin voru 38 álver starfandi í Evrópu. Í dag eru 21 álver starfandi í Evrópu. Samdrátturinn í framleiðslu á áli í Evrópu nemur 20% á þessu tímabili. Og þetta svipuð stærðargráða og sem nemur allri álframleiðslu hér á landi. Og ástæðan fyrir þessum samdrætti hátt raforkuverð, miklar sveiflur í raforkuverði, þannig að það lítill fyrirsjáanleiki í rekstri álverna. Og það sem að reyndar kemur líka til svona á síðustu árum að álverin í auknum mæli að keppa orku við gagnaverin. Ég mun fjalla krefjandi aðstæður á kísilmörkuðum,
en það bjart yfir álmörkuðum. Og álverð hefur raunar ekki verið hærra frá miðju árið 2022 og greiningar aðilar gera ráð fyrir að álverð muni haldast á þessum slóðum. Og fyrir álverin að þá skiptir auðvitað verðið sem við fá fyrir vöruna sína höfuðmáli. Og við sjáum á myndinni hvað sveiflurnar geta verið miklar. Ef við tökum sem dæmi í heimsfaraldrum, þá eru mjög krefjandi markaðsaðstæður, verða áli var lágt. En svona fljótlega upp úr heimsfaraldrinum var öflug viðspyrna, álverð hækkaði 100%, þannig að árið 2022 var raunar besta rekstrarár í sögu áliðnar á Íslandi, sem spannar núna meira en hálfa öld. Og við getum líka lesið út úr myndinni áhrifin af tollum Trump í Bandaríkjunum, þar sem álverðið hefur rokið upp. Og Century móðurfélag Norðuráls á Grundartanga, framleiðir ál í Bandaríkjunum og nýtur núna mjög góðs að þessu háa álverði þar í landi. Og Century hefur sagt að þeir séu núna að skoða fjárfestingu í nýju álveri í Bandaríkjunum og ef af verður að þá yrði þetta fyrsta álverið sem yrði byggt í Bandaríkjunum í hálfa öld. Og einn af forsvarsmönnum Century lét hafa eftir sér á álráðstefnu í London fyrr á þessu ári að eitt af vandamálunum í uppbyggingaráformum í Bandaríkjunum væri lítill fyrirsjáanleiki í raforkuverðinu. Það var ekkert mál að fá langtíma raforkusamning, en bara ekki með fyrirsjáanlegu verði. Og þetta vegna þess að raforkuverði í Bandaríkjunum stjórnast að hluta til af verðinu á gasi sem getur sveiflast mjög mikið. En á Íslandi erum við með endurnýjanlega orku, þannig að langstærsti hluti kostnaðarins fellur til strax í upphafi við byggingu virkjunarinnar. Og þetta gerir það verkum að við getum gert langtíma samninga og verðlagt raforkuna fram í tíman. Og þessi fallegi kísilmálmur framleiddur hjá PCC á Bakka og undanfarið hafa verið mjög krefjandi aðstæður á mörkuðum, verðin á kísilmálmi hafa verið lág, undantekningin rétt eftir COVID þegar afurðaverð almennt hækkaði skarpt og helsta ástæðan fyrir lágu verði á kísilmálmi offramboð og gríðarleg framleiðslu aukning í Kína og bara á mjög stuttum tíma. Og í Kína nú, þeir hafa framleiðslu getu fyrir 9 milljónum tonna af kísilmálmi á ári, en öll eftirspurnin í heiminum eftir kísilmálmi ekki nema 5 milljónum tonna. Þannig að Kína eitt og sér getur annað allri eftirspurn eftir kísilmálmi í heiminum og nálægt næstu því tvöfaldri allri eftirspurn eftir kísilmálmi í heiminum. Og það sem að þarna gerðist var að Kínverjar höfðu gert ráð fyrir meiri aukningu í sólarselluframleiðslu utan Kína en raunin síðan varð. Og eins og frægt orðið setti Evrópusambandið verndartolla í síðasta mánuði þar sem að Noregur og Ísland voru ekki undanskilin og í fréttum hafi verið aðeins misvísandi upplýsingar útfærsluna, svo hér kemur fréttaskýring. En Elkem eini framleiðandinn á kísiljárni hér á landi og framleiðir kringum 100.000 tonn á ári. Evrópumarkaðurinn svo stærsti, þangað fyrir 60.000 tonn á ári. Bandaríkin með 20.000 tonn á ári og Japan ríflega 20.000 tonn á ári. Og Íslandi hefur verið úthlutað tollfrjálsum kvóta sem nemur 53.000 tonnum á ári, þannig að hann dugar langleiðina fyrir allri sölunni inn á Evrópumarkað. Og aðeins markaðsaðstæðurnar á kísiljárni sem hafa verið krefjandi og markaðsverðin á kísiljárni hafa verið lág. En við sjáum að bara á þessum 2 vikum sem liðnar frá því að verðatollarnir voru settir, að þá hefur verð á kísiljárni hækkað 20%. En verndatollanum ætlað að styðja við kísiljárnframleiðslu í Evrópu og vernda álfuna fyrir flæði á ódýrum málmi og
Tollurinn virkar þannig að það horft til viðmiðunarverðs sem 2.400 € á tonn og tollurinn greiðist á mismunum á þessu viðmiðunarverði og markaðsverðinu. Markaðsverðið 1.500 € á tonn í dag, þannig að fyrir magn sem umfram tollfrjálsa kvóta myndi í þessu dæmi reiknast 880 € á tonn í toll. Og þetta þýðir þá fyrir framleiðandann að hann fær ekki nema 640 € á tonn. Og það gefur auga leið að það mjög óhagfellt fyrir kísiljárnframleiðandann að selja umfram sinn tollfrjálsa kvóta inn í Evrópu. Nú, af þessari yfirferð á ál- og kísilmörkuðum hægt að merkja að það eru ólík lögmál. Það eru svona hver markaður hefur hver sinn karakter. Og sögulega hefur verð á kísilafurðum til dæmis verið hærra en á áli en nú hefur dæmi snúist við. Og þetta minnir okkur líka á það hvað fjölbreytnin mikilvæg því að áföllin geta dunið á allstaðar. Nú í lokakaflanum þá ætla ég að fara meira inn í samkeppnishæfnina í alþjóðlegu tilliti og við berum okkur gjarnan saman við lönd sem bjóða samkeppnishæfustu raforkuverðin, Norður-Noreg og Kanada. Og á síðastliðnum árum hefur okkar samkeppnishæfni dvínað vegna utanaðkomandi þátta. Og ég þar að vísa til niðurgreiðslna á raforku til iðnaðar á okkar samkeppnismörkuðum. Nú í Noregi gríðarlega öflugur iðnaður og það mjög mikil stuðningur við iðnaðinn þar í landi. Og það sem við sjáum á þessari mynd að norska ríkið niðurgreiðir raforku til iðnaðar í kringum 90 milljarða íslenskra króna á hverju ári. Og við sjáum hvað þessar niðurgreiðslur hafa verið að aukast mikið á undanförnum 4 til 5 árum eða svo. Og 75% af þessum niðurgreiðslum á raforku fara til ál- og kísilvera, Norsk Hydro, Alcoa og Elkem til dæmis. Og þetta kerfi að það mun koma til endurskoðunar. En það allt útlit fyrir að stærðagráðurnar á niðurgreiðslu til raforku í Noregi verði af þessari stærðagráðu til 2030. Í kringum 90 milljarðar íslenskra króna á ári. Og það eru fleiri lönd í Evrópu sem með sambarlegt fyrirkomulag en hlutfallið langhæst í Noregi. Og ef við Íslendingar ætluðum að feta í spor norðmanna og niðurgreiða raforku til stórnotenda hér á landi, að þá myndu þessar niðurgreiðslur nema 35 milljörðum króna á ári og það enginn að leggja það til. En á þessari mynd sjáum við hvernig niðurgreiðsluna draga úr samkeppnishæfni Íslands. Raforkuverð í Noregi og Íslandi svipað. Í þessu dæmi til einföldunar $40 á megavattstund. Í Noregi fær raforkunotandinn síðan helminginn niðurgreiddan, þannig að hann effektíft ekki að greiða nema í kringum $20 á megavattstund fyrir raforkuna. Og það liggur í augum uppi að það erfitt að keppa við þessar miklu endurgreiðslur á samkeppnismörkuðunum. Nú en það eru margvíslegir þættir sem að hafa áhrif á samkeppnishæfni Íslands. Og við getum haft mismikil áhrif á þessa þætti. Við getum lagt okkur fram að efla þau atriði sem við stjórnum og varið okkar hagsmuni þegar kemur ákvörðunum annarra sem hafa áhrif á okkar samkeppnishæfni. Stórnotendur þurfa hagkvæmt orkuflutningskerfi og hér mikilvægt að mögulegt sé að nýta orkukosti sem samkeppnishæfir í alþjóðlegri tilliti. Og að kostnaður við flutninga raforkunnar sé lágmarkaður eins og unnt Og viðskiptaumhverfi skiptir líka máli og þar stöðugleikinn númer 1, 2 og 3. Og við þurfum að tryggja að stórnotendur bjóðist áfram langtímasamningar sem geta tryggt rekstrarskilyrði þeirra til lengri tíma. Og virðisaukandi framleiðsla að hún getur aukið samkeppnishæfni íslenskra stórnotenda eins og dæmin sanna og gerir okkur kleift að aðgreina okkar vörur frá öðrum á alþjóðamörkuðum. Og mig langar til að taka dæmi af Elkem sem hefur verið að færa sig meira í sérvöru sem hefur opnað dyrin á nýja markað eins og Japan þar sem að nú notað íslensk kísiljárn í sérhæft rafmagnsstál. Og það má kannski segja núna þegar verðtollarnir settir á að Ísland standa einhverju leyti betri en Noregur þar sem að við erum með aðgang að fleiri mörkuðum. En áhrif annarra hafa einnig áhrif á okkar samkeppnishæfni
og við höfum minni stjórn við þeim þáttum en það mikilvægt að stjórnvöld sé á verði og tryggi samkeppnishæfni Íslands eins og mögulegt Og hér má til dæmis nefna niðurgreiðslur erlendra ríkja, bæði fyrir nýja raforkuframleiðslu og niðurgreiðslur á raforku til iðnaðar. Og það skekkir töluvert samkeppnishæfni Íslands á alþjóðlegu markaði. Og þá má líka nefna viðskiptahindranir sem færast sífellt í aukana. Ísland lítið opið hagkerfi og það eru miklir hagsmunir fyrir okkar viðskiptavini að þeir eru greitt aðgang að mörkuðum fyrir sínar vörur. Vonandi þið margsvísari þó við höfum ekki náð að svara öllum stóru spurningunum og ég ætla að skilja ykkur eftir með þessar pælingar framtíðina. Munu þjóðir heims draga enn frekar úr alþjóðaviðskiptum? Verður aukin áhersla lögð á vernd, innlendrar eða staðbundinnar framleiðslu og hvað þýðir þessi breytta heimsmynd fyrir Ísland? Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Tinna. Þá komið að síðasta formulega dagskrárliðnum hjá okkur í dag og það eru pallborðsumræður. Og langar mig því að bjóða þeim Hönnu Katrínu Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, Álfheiði Ágústsdóttur, forstjóra Elkem á Íslandi, Kára Marís Guðmundsssyni, fyrrum forstjóra PSC á Bakka og Karli Guðmundsssyni, nýráðnum verkefnastjóra stórfjárfestinga hjá forsætisráðuneytinu að fá sér sæti. Umræðum stýrir Valur Ægisson, forstöðumaður viðskiptastýringar hjá Landsvirkjun. Gjörðu svo vel. Komið sæl öll og takk fyrir að taka þátt í þessum umræðum hjá okkur. En við ætlum á næstu 30-40 mínútum að draga saman þá stöðu sem teiknast upp á alþjóðamörkuðum og ræða hvernig snertir Ísland og hvaða áskorun og tækifæri blasa við orkusæknum iðnaði hér á landi. Við ætlum að tala safeguard og tollamál, við tala verðþróun á mörkuðum og svo samkeppnishæfni Íslands. Ef við byrjum að skoða flæði kísiljáts til Evrópusambandsins og frá Íslandi, þá notuðu ríki ESB 745.000 tonna kísiljárni árið 2024 og þar voru 170.000 tonn sem voru framleidd innan sambandsins. 60.000 tonn eða 8% komu frá Íslandi en til samanburðar komu fjórðungur frá Noregi. Það vekur athygli hve lágt hlutfall af innflutningi ESB kemur frá Kína, eins og sé á myndinni, en það rétt innan við 2%. Af því mikið verið að tala Kína í þessu samhengi. Í aðgerðunum sem voru kynntar að þá fá Ísland og Noregur 75% tollfrjálst, en önnur lönd fá 50%. Ef maður skoðar útflutning frá Íslandi, eins og Tinna fór yfir, fara ca. 60% til Evrópusambandsins og svo restin skiptist nokkuð jafnt á milli Bandaríkjanna og Japan. Í kísilmálminum að þá þetta aðeins öðruvísi, en þar koma 45% frá Noregi til ESB, 15% frá Brasilíu og 10% frá Kína. Þannig hærra hlutfall Kína í kísilmálmi heldur en kísiljárni. Ísland með sambært hlutfall þegar PSC verið fullur rekstri eða 8%. Annars sem vekur athygli þegar maður skoðar flæði frá Íslandi að þá erum við að framleiða og selja 28.000 tonn inn í Evrópu en á sama tíma flytja inn 8.000 tonn. Og þetta skýrist að því að íslensku álverin hafa þá flutt inn kísilmálm fyrir sína framleiðslu. En ef við drögum saman aðgerðirnar sem voru kynntar að þá eru engir tollar á kísilmálm og svo þessi 53.000 tollfrjálsi kvóti fyrir kísiljárn og magn umfram það háð þessu lágmarksverði. En Kári, ef við byrjum á þér, þú hefur bent á áður að þessi verndartollar að þeir skiptu PSC miklu máli vegna innflutningi á ódýrum kísilmálmi frá Kína. Þessi niðurstaða þar sem engin vernd fyrir kísiljárn, það hljóta að vera vonbrigði fyrir PSC. Og hvað þýðir þessi niðurstaða fyrir PSC og af hverju telur þú að kísilmálmur hafi verið undanskilinn aðgerðunum? Já, heyrist í mér. Takk fyrir. Eins og ég sagði, það bara blasti dálítið við í upphafi að sökum þessara gífurlegu offramleiðslu Kína
síðastliðin 5 ár, eins og frá 2020 til 2024 var búið að meira en tvöfalda sína framleiðslu og afkastagetu, að þá blasti þetta aldrei við að án einhvers konar verndartollar í Evrópu að þá myndi markaðsverðið þar ekki hækka. Þannig að af svona tveimur svona slæmum kostum að þá hefði verið skárra að kísildin hefði verið inn í þessum pakka og hefði fengið á sig verndartoll í Apple þó að PCC á Bakka hefði fengið bara svipað á Elkem, kannski 75% af framleiðslugetunni tollfrjálsan og restin hefði þá verið háð tollum. Þannig að það bara var svona kalt mat á þeim tíma að þetta var versta mögulega niðurstaðan fyrir PCC og við sjáum það bara í dag eins og Tinna benti á áðan og sýndi að markaðsverð á kísiljárni hefur eitthvað byrjað að þokast upp á við en verðið á kísilmálmunum er sögulega lágt líki hlutfalli við kísiljárni og það hefur ekki þokast síðustu 2-3 vikurnar, ekki neitt og mun sjálfsagt ekki gera það. Síðan kemur þessar spurningu af hverju kísillinn var tekin út úr þessum pakka, hann var með þarna í upphafi í desember. Það er bara voðalega erfitt að svara þeirri spurningu. Það var í svona tæknilegu útfærslunni frá rannsóknarnefndinni DD Trade eins og hún heitir í Evrópu. Þá var talað það var litið á magnið sem var flutt inn árið 2019 og 2024 og þar í tonnum hafði það lækkað einhver 1000 tonn og þar með það var ekki aukning á innflutningi á kísilmálmi en það sem að þeir náttúrulega horfðu framhjá á þeim tíma var að markaður fyrir kísil inn í Evrópu hafi minnkað á sama tíma þannig að hlutfallslega var áfram aukning á þessu en við svona bara vitum hreinlega ekki af hverju það er væntanlega hagsmunagæsla þá þess iðnaðar sem að kaupir kísilmálmi einna helst þessi efnaiðnaður þetta eru stór þýsk fyrirtæki Wacker og Evonik sem að væntanlega hafa bara barist mjög harkalega og grimmilega fyrir sínu að það var svona það sem við heyrðum að hann hefði verið með í þessum frumtillögum alveg þá mútilega kemur hann á borð til framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og þá var hann kippt út þar á síðustu stundu. En nú hefur verið talað að það verið mögulega að stofna nýtt mál bara fyrir kísilmálmin. Heldur að það fara af stað á næstunni? Já, ég held að það muni fara af stað af því að framleiðendur sem eru þá eftir í Evrópu og eru búnir reyndar að loka tímabundið þeir mun ekki geta farið af stað ef að verðin þokast ekki eitthvað upp á því. Þannig að það er svona það sem við höldum að þeir muni berjast áfram og leggja fram nýtt safeguard-mál þá bara fyrir sér fyrir kísilmálmin og við gerum ráð fyrir að það gerist á fljótar en seinna. Þeir hafa ekki mikið tíma til að bíða. Ef við skiptum við til þín, Álfheiður, hvaða áhrif hafa þessar aðgerðir á Elkem? Maður hugsa er jákvætt að vera innan tollamúran þessar 75%, er neikvætt að geta ekki verið með allt magnið eða því er þetta bara aukna óvissu? Ég held að við náðum svolítið vel utanum bara heimshagkerfið og að vera útflytjandi á erlendum mörkuðum og hafa þeim er mjög flókið í dag. Og þeir náðu bara alveg ágætlega það þeir voru að tappa á að þessu máli sem snerta tolla, sem snerta CO2-endurgreiðslur og kostnaðarvefir í Evrópu og svo framvegis. Það þurfti að gera eitthvað. Það var tekið að sá að Tinna nefndi framleiðslu áli í Kína. Ég meina sama á við eiginlega allar hrávöru. Kína er búið að koma sér í stöðu til þess að geta skaffað heiminum eiginlega allt sem hann þarf. Það sem náttúrulega kannski Kári var síðan að vísa með silikoni líka það er náttúrulega með aðila og það þarf að fara ofar í virðiskeðuna til þess að venda þetta ef það á að reyna að ná almennilega utanum þetta hvernig muni þetta raunverulega fara við vitum það ekki, við vitum að Kína er að byggja upp rosalega hratt og vel eins og rafmagnsstálið sem Tinna náttúrulega var að tala sem náttúrulega eitt af því sem við finnum fyrir núna að þeir eru búin að byggja upp rosa mikla framleiðslugetu þar sem eru þá bitnar okkar viðskiptavinum hvernig heimurinn ætlar að ná utanum þetta og rétta þetta af, það er mjög flókið, þú bendir á, það er ekkert mikill beitt innflutningur frá Kína til Evrópu, en Kína stýrir samt allri verðlagningu á hrávöru og það er alveg sama hvað það er. Það er að því að og þetta sést bara rosalega vel, þið voruð að sýna þessar stóru bólgur sem tengdust COVID og tengdu faraldurinn, að þetta tengdist orkukrísu út í Kína og það er allt í einu lokast að framleiðsla og þá skjótast upp öll heimsmarkaðsverð á öllum hrávörum, þannig að það er alveg sama hvað það er. Annað dæmi er þetta þegar þeir lokuðu verksmiðjum út af, það var svo rosa mikið loftmengun hjá þeim að þeir þurftu bara að loka allt keyrt á kolum þar, bæði orkuframleiðsla og iðnaður
og þá sprengdist upp verðin á mörkuðum líka alveg leið. Þannig við erum bara öllu leiti háð því sem að gerast í hverjum tíma og síðan erum við að framleiða hérna inn í Evrópu og erum með regluverk hér sem að við erum að fylgja, sem að fylgir mikill kostnaður og erum þá að gera hlutina betur og að meiri ábyrgð en það þýðir það að við eigum erfitt með að keppa við þjóðir sem standa þar fyrir utan og náttúrulega mikið af þeim á þessum korti þarna og það sem ég sé náttúrulega að þetta er 50% framleiðslugetun okkar sem við getum haldið áfram að selja til Evrópu. Það sem ég náttúrulega hræddust við, það er að það drægist saman, eða þú veist að voljúmin munu færast fyrir ekki sletta á ensku, ég á erfitt með að tala þetta á íslensku, en það er sem sagt að magnið færist á milli markaða þannig að við missum markaðshlutdeild á hinum stöðunum. Hvað gerist út í Japan? Verða aðilar meira aggressífir, aggressífir þar og hvað mun gerast út í Bandaríkjunum og svo framvegis að því að við getum ekki rekið okkur skert. Að því þá erum við komin í enn verri samkeppnishæfni, annarkvort erum við með í gangi eða ekki. Þannig að auðvitað hef ég miklar áhyggjur af þessu en við getum einhvern veginn aldrei til langs tíma verið í þessari stöðu að vera að bera kostnað evrópska framleiðenda og vera síðan fyrir utan. Ég held að þetta vitum við öll sko. Hanna Katrín, nú má segja að stjórnvöld hafi barist með kjafti og klóm gegn þessum aðgerðum og þessari niðurstöðu. Maður sé miklu umræðu samningin framtíð hans. Hvaða áhrif telur þú að þetta muni hafa á orkusækin inn á Íslandi til framtíðar og myndir segja hverju var að breytast eða heldur við fyrir aftur í þann tíma þar sem að bara erum með frjáls alþjóða viðskipti og frjálsflæði að vera á þjónustu á milli landa og heimsálfa? Mikið væri það nú óskandi. En ég held að eða er eitthvað sem að við höfum séð undanfarið, bara þetta árið er að svona að væntingar að ákvarðanir stjórnvalda og ráðandi afla og kannski ekki síst að tala stórveldin hér séu teknar svona einhverju skynsemishyggju og þær eru kannski fullmiklar og við þurfum að fara að nálgast þetta mál einhvern veginn öðruvísu og þá er ekki síst að vísa til ákvarðana Bandaríkjaforseta sem hafa kannski verið kveikjana því að hleypa þessu upp í þessu stöðu sem við þekkjum núna. Það er bara fullkomin óvissa. Það gerir hins vegar að verkum fyrir lítið opið markaðshagkerfi eins og Ísland að við þurfum frekar nú en nokkur sinni fyrir að keyra í mikla hagsmunagæslu og það hefur verið gert eins og þú nefnir réttilega í þessu tiltekna máli og það skilaði ákveðnum ávinningi sem kannski óþarf að rekja hér, ég meina það bara þekktst að áþreifanlegasti ávinningurinn sá að við búum við þennan tollkvóta, ef svo maður segja, sem var ekki inn í spilunum uppaflega, heldur bara þetta viðmiðunarverð. Þetta var markmið að tryggja það við lentum innan við, því það er bara prinsippmál fyrir okkur og kemur nákvæmlega að þessari spurningu sem hún nefnir, hver er framtíðin, hver mun áhrifin verða, að nú er það bara gríðarlega mikilvægt að við tökum höndu saman með Noregi til að uppfylla það prinsippskilning okkar að þegar við svona aðstæður þá eru við innan sem aðilar að Evrópska efnahagssvæðinu sem felur í sig þetta frjálsa flæði á lykilatriðum og á það hefur auðvitað verið bent að við erum ekki aðilar að tollabandalagi Evrópusambandinu en við teljum samninginu um Evrópska efnahagssvæði eigi að venda okkur hér og þar liggur prinsippafstaða okkar. Ég held að sé alveg ástæða til að hafa áhyggjur af því að þetta geti þróast til hins verra. Staðan er svo og við eigum bara svo gríðarlega mikið undir. Við eigum allt undir lífsskilyrði okkar hér, lífsgæði, við eigum allt undir því að alþjóðalög séu virt og að frjálslögum og reglur frjálsviðskipti séu virt. Þar stendur þetta núna. En það getur bara vel verið að á næstunni þurfum við að taka bara algjöra hardcore, svo ég sletti líka, afstöðu til þess ef að heimurinn fer að skiptast upp í viðskiptablokkir, að þá tökum við afstöðu til þess hvort við getum okkur sér stætt á að standa utan við slíkt ef að það verður röndin að samningurinn Evrópska efnahagssvæðið dugar okkur ekki. Karl, þú tókst nýlega við nýju starfi, verkefnastjóra stórfjárfestinga í forsætisráðuneytinu, til hamingju með starfið. Það var áhægt að heyra frá þér stuttlega bara í hverju felst þetta starf og er þetta af erlendri fyrirmynd eða hvernig kemur þetta allt saman til? Já, góð spurning. Þetta er, bara til að svara því, já, það eru til sambærilegar einingar. Það er náttúrulega misjafnt hvað það sitja, það er misjafnt hvernig það vinna.
Það til eitthvað sem heitir Office for Investments í Breitlandi, það 200 manna, þannig að ég hlakka til að þetta verður mjög mikið power í þessu þegar ég kom með það keisaradæmi. Nei, en auðvitað náttúrulega sumi vilja meina að þetta sé endurvakning á markaðsskrifstofu iðnaðarráðuneytis og Landsvirkjunar sem var lögð niður 2003 af Friðrik Sófussyni og Valgeiri þannig að þáverandi iðnaðarráðherra. En þetta eins og hefur komið fram kannski að þegar erlendi fjárfestar koma til Íslands þá getur stundum verið svolítið flókið að rata okkar annars ágæta kerfi og ég starfaði þó nokkur ár hjá Íslandsstofu og þá vorum við að vinna og ég ennþá og það breytist ekki að Íslandsstofa lykilaðili þegar það kemur að því að sækja erlenda fjárfestingar til landsins. En ég kannski meira svona leiðsögumaður innan kerfis og þetta fundum við oft þegar okkur vantaði slíka aðila að vinna með beint. Þannig að væri kannski einn miðlægur punktur til að vinna þétt með og þá erum við að tala bara stofnanir, önnur ráðuneyti, þannig að við erum að reyna að ná aðeins utan það. Og það svona kannski í fyrsta lagi. Svo eins og hefur komið fram, þá eru stjórnvöld í þéttu samstarfi við atvinnulífið að vinna að atvinnustefnu og undir styrkri stjórn þar sem að Sveinbjörn Finnsson er að leiða saman ráðuneyti fjölmörg og atvinnulífið. Og þar koma fram fjölmörg atriði og við hlökkum til þetta og ég vil minna fólk á að senda inn umsögn fyrir 5. desember að þar koma fjölmörg atriði sem að við munum síðan vinna að sem tengjast umgjörð og líka bara að sækja kjölfestu í verkefni all land. Þannig að þetta svona í stuttumáli en líka kannski mætti bæta einu við að svona í sögulegu samhengi þá hefur stundu verið svolítið svona greitt aðgengi, það kannski eftir því hvort þú ert með í Rolodexinu símanúmer hjá ráðherra, þá getur þú komist hansi hratt inn á eina kontór og við erum svona að reyna að fá það í meira ferli þannig að ef einhver vill stofna lakkrísverksmiðju á Selfossi eða eitthvað þá svona ekki bara ef að ráðherrann segir já, mér finnst lakkrís góður að þá haldi viðkomandi að þetta sé bara, þú veist, skilur það bara Hanna Katrín segir já, mér finnst alltaf gott að fá með lakkrís þá heldur fólk ekki að það sé komið bara með eitthvað pappír í hendurnar sko. Þannig að reyna að ná aðeins svona í svona formulegra ferli og betra ferli án þess að vera liðka samt fyrir. En ef við pælum eins og í þessum aðgerðum sem kynntar sko, hvernig sér þú munur hafa áhrif á til dæmis vilja erlendra aðila til að fjárfesta í Íslandi? Já, auðvitað, ég held að eitt af þeim lykilatriðum sem að við höfum alltaf horft til þegar við erum að kynna Ísland sem fjárfestingarkost fyrir erlendum aðilum aðgengið að evrópskum mörkuðum. Þannig að það náttúrulega þessi hagsmunagæsla sem Hanna Katrín vísaði til lykilatriði. Þannig að aðilar sem koma hingað og við höfum alveg verið með verkefni á borðinu núna sem að horfa til þess eitt af atriðunum aðgengi að evrópskum mörkuðum. Þannig að vissulega skiptir þetta máli bara í svona heildarsamhengi. Ef við förum aðeins aftur yfir í svona kannski þessa krafta sem tóðust á í þessari ákvörðunartöku og maður var að sjá í fréttum að það var að fresta atkvæðagreiðslu og maður veit ekkert af hverju það er gert að mögulega því að það voru eitthvað samtöl í gangi og ef maður horfir á niðurstöðuna þá virðist pínu kaotíð sko, kísilmálum úti, kísiljárn inni, Ísland og Noregur úti. Sko, hvað haldið það við ráðið þess á endanum og hver voru svo sterkustu öflin á baku þetta? Við byrjum með þér, Hanna Katrín. Já, nú væri svo auðvitað að svara ef ég hefði sætið þarna við borðið, sko. Nei, auðvitað þetta þannig að það eru allir að reyna að fóta sig í þessu umhverfi og við hér á Íslandi erum auðvitað ekki eina Evrópulandi sem áttar sig á því að frjálst viðskipti á milli landa, flæðið, þetta grunnurinn að hagsæld, en svo bara þróunin hefur orðið eins og hún og menn grípa til alls konar vopna. Þarna var mjög grimmileg hagsmunabarátta og við eigum auðvitað bara eins og gengur og gerist í svona stærri hópum. Við áttum mjög góða bandamenn í þessari baráttu, aðrir sem að horfðu meira inn á við eða var sama. Þarna kemur líka auðvitað hagsmunir, ég meina það var hægt að rekja sig svolítið í gegnum það hvaða lönd, hvar þau stóðu eftir hvaða fyrirtæki voru þar inni og svo framvegis. Þannig en það sýndi sig sko á síðustu lokametrunum líka að því þannig voru auðvitað líka raddir sem vildu ekki þessa tolla, sem vildu bara einfaldlega við stæðum utan með, ég meina það var allur gangur á þessu og þarna sýndi sig á lokametrunum líka hversu miklu skiptir að vera í góðu talsambandi og bæði forsætisráðherra og utanríkisráðherra
og embættismannakerfið okkar allt, diplomasían og allir sem vettlingagátu valdi sem og atvinnulífið var í samtölum og náði þessari niðurstöðu sem að skila því svona til skemmri tíma að það ekki beitt skaði en auðvitað veit maður ekki síðan hvernig ruðningsáhrifin verða að því þetta flækir svona inngrip inn í frjáls viðskipti flækja náttúrulega allt kerfið sko. En kannski aðeins bara því vorum að tala kísilmálminn ég held jafnvel að það sé einhverja frétta bara að vænta núna á næstu vikum hvort að það verði tekið upp aftur þannig að þetta heldur áfram sko og ég átta mig á því að hagsmunir einstaka fyrirtækja og sérstaklega hér ef hérna eins og fyrir PCC þá þetta hagkvæmt með við stöðuna í Kína en við þurfum og aftur bara svo í áreiti sko prinsippvarstað okkar samningurinn af því þar liggja hinir raunverulega hagsmunir íslensks atvinnulífs og þar með hinir raunverulega hagsmunir íslensks samfélags. Þar varstaðan og þess vegna leggjum við svo mikla áherslu á þó við getum alveg sagt með sanni að við höfum náð miklum árangri í hagsmunagæslunni að þessu þarf að snúa við. Við verðum að vera þarna fyrir innan. Þú nefndir öfluga bandamenn, þú ert væntanlega vísa til Norðmanna, gerir það fyrir. Myndirðu segja að það hafi skipt sköpum fyrir okkur í þessu máli að vinna með Norðmönnum? Já, það gerir það alveg klárlega og ég veit að samvinna var þétt, en ég var ekki síður að meina bara þau lönd sem að tóku málstað okkar upp innan Evrópusambandsins. Þannig að það var bara talsambandi þar, en auðvitað skiptir máli í þessu. Menna, við erum í þessari vinnu með það að virða samningin, þar göngum við algjörlega hönd í hönd með Norðmönnum og það skiptir miklu máli, já. Hvað segir þú, Álfheiður? Hvaðan kom þetta og hver ákvað þetta? Það stórt spurt. Ég ætla nú að leyfa mér aðeins að ég náttúrulega ekki pólitík en ég get sagt hlutina hreinni en þeir eru. En utanríkisþjónustan okkar, hún stóð í lappirnar í gegnum einhverja einu stöldi og ég er full aðdánar á unni með þessu fólki sem í forsvari fyrir okkur að því að þetta kom mér óvart sko. Þú veist, þegar við byrjum að því við komum inn og þannig að datt engum í hug. Þetta mál hefst, Kári, við fórum örkuðum saman á fund hana í desember í fyrra, það verða ár síðan og þá vorum við að upplýsa að þetta væri frá stað því við vorum búin að heyra af því og strax þá kemur og svo bara og það datt engum í huga þeim tímapunkt að Ísland og Noregur eru skilin eftir fyrir utan. Þetta kom öllum á óvart, þessi staða og það sem við höfum gert, að því við erum nú með mikla starfsemi í Noregi líka, að þar höfum við verið að beita íslensku utanríkisþjónustunni á norsku, bara heyrðu, hér enginn búin að kasta inn handklæðin, okkur þið búin að gefast upp. Þannig við höfum verið að hvetja norsku áfram í upphafi heldum við að Noregur eru okkar helsti styrkur hana, að þeir eru mikið fleiri og með meira fólki, niðurstaðan var öfug. Ísland stóð sig brjálæðislega og það var ekkert meira hægt að gera til þess að snúi sig við. Það er mín upplifun. Það var allt gert sem hægt var. Þannig ég segi það. Síðan þetta náttúrulega tóm vonbrigði af hverju þeir skilja Ísland og Noreg fyrir utan og af hverju það og erfitt að átta sig á því. En eins og með sílikonið að þá kísilmálminn eins og verða góð aðgreining, við erum að vinna með það. Að þar eru viðskiptavinir stórir þar sem voru á móti þessu á meðan stálframleiðendurnir sem eru okkar viðskiptavinir stóðu með þessu. Þannig eru bara stór markaðsöfl sem að skipta máli og þannig hlutfall kostnaðar inn í framleiðsluna og annað sem breytir miklu En þú veist af hverju Evrópusambandið og þessir aðilar taka ákvörðun það kemur fram í öllum gögnum og skýrslum að Ísland og Noregur hafa ekki valdið neinum skaða á markanum og það farið og það gerða breytingar þar sem að magnið hækkað og svo framvegis og svo setja þessa setningu inn hann og loka metrónum með einhvers konar endurskoðun. En ég held að þetta hafi bæði verið viðkvæmni fyrir því að breyta skjalinu svona seint þess að koma því inn og líka þess að minnka og einfalda. Þess að þeir hafi tekið sílikonið út að þetta var svo erfitt með alla þessa hagsmunaaðila að koma þessi gegn. Já. Ekkur við þetta bæta, Kári? Ég náttúrulega bara, búin að vera greinandi á þessum mörku núna í að vera 20 ár og bara þetta var svona tiltölulega einföld vinna svona, maður þekkti ákveðna stærðir og þetta var frekar svona einfalt prinsip. En síðan náttúrulega gerist þetta og bara það sem búið að gera svona síðastliðin 5 ár, maður bara klóra sér í haustum endalaust yfir því hvernig hlutirnir hafa þróast. En
sko, af hverju var þessi niðurstaða valin? Já, á einhverju leyti var þetta einfaldað, en svo þetta kannski að hluta til líka þegar maður horfir aðeins aftur í söguna að þú veist, stáliðnar og svona eldri iðnaður, þar kemur fyrr til að Kína eykur framleiðslugetu svona mjög mikið og þar þess til dæmis hefur verið komið á verndartollu fyrir stálina fyrir löngu síðan, fyrir 8 árum síðan og líka í Bandaríkjunum fleira, þannig að menn eru svona vanar því að einhvern veginn að bregðast við þar. Svo reyndar líka annað, eins og Álfheiður minnist á, já, stálina er svona, hann stóð með kísiljárns og kísilmangan framleiðendum í þessu máli af því að þeir jú sjálfir er að biðja frá áframhaldandi vernd á sinn iðnað frá með næsta vori þegar í rauninni þeir megi ekki endurnýja sína verndartolla, en þú veist, hlutirnir hafa alltaf breyst og það sem að líka gerist í kringum þessa innrás Rússa í Úkraínu, þá fer allt í varnarmálinu, öryggismálinu að skipta gríðarlegu máli og það var til dæmis gefið út núna bara, Evrópusambandið gaf út þarna í kringum 20. mars á þessu ári svona nýja aðgerðaráætlun fyrir málm og stál og áleiðnað og þar koma líka inn í þarna kísiljárnið og öll þessi mikilvægu íblöndunarefni sem að gera þetta stálið og áleið að því kannski bara nauðsynlega sem það þarf að vera til að geta framkvæmt ákveðnar aðgerðir. Þannig að það einhvern veginn svona fólk tengir bara við varnar mekanisman, ok, þá þarf kísiljárnið að vera til þess að virka í stálinu, en svo kannski kemur einn smá svona bara vanþekking fólks á hvernig bara þessar vélar og tæki sem við notast við í dag eru samsett. Þetta er ekki bara stál eða bara áleið, þá kemur inn rafbúnaður og það eru sílíkonar í einhverju rafmagnsköplum og það eru tölvukubbar sem eru framleiddir úr sílíkoni inn í þessum einföldu bara tækjum okkar sko. Þannig að já, ég veit ekki einhverju leyti bara því að þetta var þessi málmaðgerðaráætlun að styrkja hann til að hafa varnarmálin í lagi, en að halda það að kísillinn bara skipti engu máli í því samhengi, það er bara dálítið svona einhvern veginn vanþekking og vankunnátta. Þannig ég vil bara líka hrósa Tinnu og ykkar greiningum hérna fyrir góða yfirsýn yfir einmitt bara vörurnar og allt sem við notum í okkar daglega degi, hvað þetta er mjög flókið og samsett allt saman. Hver einasti hlutur sem við erum að nota alla daga er kísill, járn, stál, ál bara og allt þar á milli, þannig að þetta er ekki einfalt, en það er svona mín helsta allavega kenning eftir að reyna að skilja þetta. Sko ég held að það hefur öll nefnt orðið hagsmunagæsla og maður svona kannski velti fyrir sig núna að það hefur verið að tala að hagsmunagæsla Íslands hafi aldrei verið sterkari en í þessu máli. Sjáðu fyrir ykkur að við þurfum að gera ykkur breytingar á okkar nálgun í þessu, þurfum að vera öflugri hagsmunagæslu í þessu Brussel, jafnvel á fleiri stöðum, Bandaríkjunum eða hvað sem það getur verið og hvað myndi segja okkar veikleika liggi þegar kemur að þessu? Byrjum á þér, Hanna Katrín. Já, mér langar bara til kannski aðeins að byrja með að þakka þér fyrir að vera svona skýr með jákvæð orði utanríkisþjónustunnar af því að það er rétt og við höfum heyrt það að menn hafa ýmislegt séð þarna út í Brussel en sjaldan séð aðra eins hörku sko og það er bara algjörlega frábært og þannig viljum við auðvitað hafa það. Þegar þú spyrðir með veikleika, ég ætla bara að fá að svara frá hjartanu og segja að veikleiki okkar þegar kemur að hagsmunagæslu við innan Evrópu er auðvitað við erum ekki með sæti við borðið innan Evrópusambandsins eins ágætur og samningurinn er. Það er auðvitað bara mitt svar. En það gerist ekki alveg á næstunni og við látum ekki deigan síga, þangað til er það þessi samningur og við viljum verja hann eins og við getum öllu þeim vopnum sem við höfum. Þýðir það að við þurfum að bæta í mannskap í Brussel, ég hef svo sem ekki endilega það á tilfinningunni en við þurfum allavega að vera með mjög gott, gagnvirkt samtal við þá sem ráðamenn þar og vera einhvern veginn alltaf að vinna út úr því að það eru hagsmunir okkar allra að þetta virki og að við séum þarna innan þessara múra þegar kemur að þessari baráttu af því að og þegar kemur auðvitað er hagsmunabaráttu okkar í Bandaríkjunum, hún er líka mjög öflug, hún er að ákveðinleiti erfiðari vegna þess að þar eru bara svona nú þori ég ekki að sletta að segja sko ad hoc ákvarðanir teknar og það er alltaf erfiðara, ég gerði það samt, það er alltaf erfiðara að byggja upp einhverja stefnu í hagsmunagæslunni þegar það er svona ákvarðanir eru eins og þær eru en auðvitað höldum við þessu áfram og
og mér óttast að stærri tími, stærra hlutfalla tíma bæði stjórnvalda og atvinnulífs fari í þetta í staði fyrir sko bara huga af því hvernig við vinnum áfram að aukinni verðmætasköpun á Íslandi og það auðvitað finnst mér sorglegt ef að samkeppnishæfni okkar fyrir að lúta að því að ræða raunverulega aukin ríkisafskipti eða hvernig við bregðust við auknum ríkisafskiptum annara þjóða sem við eigum í viðskiptum við, frekar en það hvernig við byggjum hér undir alvöru atvinnustarfsemi verðmætasköpun með fyrirsjáanleika og góðu rekstrarumhverfi og frekar í verðmætasköpun í framleiðslu og annað slíkt. Það mjög mikil afturför sem ég hygg að muni kosta okkur. Ef við skiptum aðeins kúrs og förum í verðþróun á mörkuðum og ég setja hérna aðra mynd upp á skjáinn sem tekur dálítið saman það sem að Tinna fór yfir áðan. Það sem að við sjáum verðþróun á áli sem tiltölulega sterkt þessa myndir. Sjáum verðmun á evróskáli og bandarískáli sem endurspeglast bara í þessum tollum sem að virka fyrir sko, bandaríska framleiðendur en hefur kannski ekki alveg komið í ljós hver áhrif verða á neytendur þar í landi. Og svo erum við með kísilinn sem að sveiflast miklu meira en álið. Sögulega lágur núna. Kísiljárnið hefur aðeins pikkað upp eftir safeguard niðurstöðu og kannski Álfheiður og Kári ef þið bara útskýrið fyrir okkur hvernig virka þessi markaðir, af hverju eru þessar miklu sveiflur, af hverju álverð stöðugt en kísilverð ekki. Ég gerum ekki fyrir mismunandi markaðir en fyrir flestum það svona dálítið svipað. Sko, ég held að þú kannski orðaðir það að bera saman ál og kísil er náttúrulega ekki staðkvæmt að vera og fer í rauninni inn í bara aðra markaði og svona, það meiri samleið á milli kísiljárns og kísilmálms en og þannig náttúrulega bara verið að horfa á eitt verð af því það eru 3 markaðsverð úti, þú veist, það Evrópuverð, það Bandaríkjaverð og svo það Asíuverðið, en Asíuverðið það sem öllu máli skiptir, það hefur ekkert hækkað, það eins. Þannig að það sem að breyta núna eru eingöngu hindranir inn í Evrópu og svo náttúrulega verði í Bandaríkjunum hangir líka á þessum tollum, við erum náttúrulega 15% tolla inn til Bandaríkjana. Þannig að þú veist, þetta náttúrulega bara og mun alltaf stýrast af Kína. Ég held að sjálf saman hvað hráfur þú ferð en að bera þetta tvennt saman fyrir sem pínlítið svo bara að horfa á kakó og kísil, þú veist, en ég meina, þetta hráfara á og örglega ykkur samlega þarna. En ef við fókusum á eins og kísilin, bara hvernig segir það næstu 3-5 ár? Það rosalega góð spurning, ef ég ekki ætti svarið. Ég nýbúin að skila budget, það allt vitlaust. Það var fyrir mánuði, þannig ég veit það ekki. En auðvitað höfum við trú á markanum okkar til langs tíma og það sem við náttúrulega horfum í náttúrulega líka, við höfum trú á vörun okkar, við höfum trú á HP-málmunum sem við erum búin að sérhá okkur í, við höfum trú á vexti í rafmagnstáli og við höfum trú á því að sko hlutinni munu axlast þannig að Kína muni ekki éta þetta upp. En það sem við sjáum samt þegar við lítum tilbaka að Kína át vöxtinn sko. Þú veist, þeir tóku vöxtinn sem við heldum að við hefðum sko og þá það í framleiðslu á rafmagnsstálinu sjálfu sko. Þannig að það eru viðskiptavinir okkar sem ekki að ná því sem þeir áttu von á. Þannig að þú veist, á sama tíma og ég tek undir allt sem hún að segja, við viljum frjálsu viðskipti og gott flæði, en þá verðum við samt að venda okkur fyrir þess að við ætlum að vera í framleiðslu í Evrópu og í Bandaríkjunum og ætlum ekki að sætta okkur við að koma allt frá Asíu. Þannig að þetta mjög flókið mál. Kári, ekki svo vel. Já, ég ætla kannski að bara að tala þennan eðlismun á þessum mörkuðum eins og ég kom líka áðan sko að Kína til að mynda sem ég bara sammála Álfheiði. Kína ræður öllu og bara aðeins, ég ætla nú ekki að taka upp hanska fyrir Trump en bara Trump í rauninni þessi tollar að hluta til bara bregðast við ástandi sem eiginlega koma til þegar Kína fer á fullt í sinni iðnaðaruppbyggingu og iðnaðarframleiðslu. Það náttúrulega bara strategísk bara vegferð sem þeir eru löngu byrjaðir á og eru þetta bara fyrst og fremst að hugsa sjálfan sig og núna kannski Bandaríkjunum þá Trump og þetta gerist rauninni áður en Trump kemur til valda. Obama var farin að berjast gegn svona þessum þegar Kína kemur inn í Alþjóðaviðskiptamálastofnunina og fer í rauninni að svona fara á svig við reglur og reglur sem hefðu gilt í mörga áratugi í rauninni. Þannig að það verið að bregðast við þar. Þegar kemur hins vegar aðeins og stáli og áli að þar Kína fyrir einhverju síðan búin að setja sér hámarksframleiðslu magn. Þeir bara settu sér markmið að ná ákveðnu magni, náðu því og þá segðu bara ok, nú komið framleiðslu stopp innan Kína og þessari vöru. Þannig að það skýrir kannski líka aðeins og það sem kannski stáli og áli og Kína með kannski 60% markaðshlutdeild en svo þegar kemur að kannski kísilmálmunum eins og Tinna kom inn á
meira en 100% af markastörfinni sko. Og það náttúrulega bara skýrir þessa miklu sveiflu sko. Eitt sem að velti fyrir sér svona verðmæti í þessu lága kolumspori sem eins og framleiðsla á Íslandi og þá bæði grænt ál eða grænt kísill. Eru viðskiptavinir tilbúin að greiða hærra verð fyrir vöru með lægra kolumspor? Við sjáum það ekki, nei. Sko, það var á tímabili sko, mikið spurt og mikið áhugi. En það var bakslag við, eins og þau voruð að lýsa með þessum fína þríhyrningi. Sko. Þú veist, og aðilar hafa ekki lengur áhuga og ef þeir hefðu mikinn áhuga á þessu þá væri ekki heldur svona mikill innflutningur frá low sourcing countries sko. Þannig að við segjum það öll en síðan erum við að reyna að tryggja samkeppnisefni og erum að reyna að kaupa eins og dýrt og við getum. Að þú segir sko, einmitt kannski breyta eins og fyrir nokkrum árum og kannski manni finnst fara eins minna fyrir áherslum á loftslagsmál núna en var bara fyrir nokkrum árum og bara dæmi það að ég var á umhverfisstigi atvinnulífsins í síðustu viku. Þar var bara að vera að tala að kostnaðar vegna loftslagsmarkmiða var að draga úr samkeppnisefni á svona meginstefi þar. Svo maður horfði til þess að COP-ráðstefnuna mun minni náttúrulega færri þátttakendur fyrir Íslandi og líka bara almennt og minni umræða. Hanna-Katrín, mynd þú segja að svona sjálfbærni og það samkeppnisforskot sem það hefur veitt Íslandi í fortíð, myndirðu sjá það öðruvísi í framtíð? Hver þróunin þarna? Akkurat, sko, þetta náttúrulega risa spurning og hún gríðarlega mikið, eða svarið mun bara skipta heilmiklu máli fyrir okkur, íslenskt atvinnulíf og verðmætasköpun, samkeppnishæfni okkur, hvernig mál þróast. Ég ætla kannski að svara þessu þannig að ég trúi því ennþá að það sem við fyrir einhverju síðan töldum að myndi raungerast, þar að segja að til dæmis þessi græna orka okkar og framleiðslan sem byggir á henni muni veit okkur samkeppnisforskot meðal annars og ekki síst vegna þess að það risa liður í því að ná loftslagsmarkmiðum. Ég trúi ennþá að þetta sé framtíðarsýnin en það bakslag. Ég meina, við finnum það bara og það kemur bara í ljós að mögulega hafi menn gengið langt í því að reikna þetta samkeppnisforskot bara bókstaflega sett krónur og aura á það hvað menn væri tilbúnir til að greiða fyrir vöru sem væri framleiddar á þennan hátt eða þá að menn hafi bara bakslagi hafi raunverulega orðið vegna þess sem gerist og búið að rekja hér þessar breytingar sem urðu en það breytir því ekki að þegar við erum að horfa til framtíðar hvort sem það með atvinnustefnu stjórnvalda sem á fregi ferðar sem við erum bókstaflega að reyna að tryggja fyrirsjáanleika í verðmætasköpun og samkeppnishæfni íslensks atvinnulífs og Íslands að þá séum við alltaf með augun á þessum bolta að þarna einn af þessum risa þáttur sem veit að tryggja okkur samkeppnisforskoti og það þessi græna orka. En staðan bara mjög krefjandi núna og við sjáum það fyrir ekki svo í lengi þetta aðeins og það náttúrulega dragi skýrslan þar sem farið yfir samkeppnishæfni Evrópu og það alveg rétt og það verið að tala að menn hafi gengið á langt. Ef það verið að leggja mikinn kostnað í einhverja framleiðslu þætti sem síðan skila sér ekki þá ekkert óeðlilegt að þó að sé vonbrigði að það sé endurskoðað. Það það sem verið að gera innan Evrópu þannig að ákveðnuleyti held ég að í núinu séum við að horfa fram á þetta já að það minni áhersla á þessa þætti og það náttúrulega gríðarlega vonbrigði. Karl, sko, hvernig þú að meta stöðuna bara út frá stöðu núverandi innar horfum á mörkuðum og kannski hvernig sérðu bara samspil núverandi innar álver, kísilver og miðað við til dæmis markmið ríkisstjórnarinnar ítjöndu vöxt útflutningsgreina með háa framleiðni? Já, þetta mjög einfalt að svara þessu, eða þannig. Nei, auðvitað og ég held að sé mikilvægt að halda til haga að núverandi stjórnvöld hafa komið skýrt til skila til stóriðunnar að þetta iðnaður sem bara mjög velkomin hérna og að skila miklum verðmætum. Ég held að það sé mjög mikilvægt að segja það. En það sem líka, og við höfum verið að heyra einmitt meðal annars forsætisráðherra sem þegar við vorum á mjög góðum fundi á Bakka fyrir örfáum vikum eða 2 vikum og við vorum hérna saman að þá var ég með talað svona stóriðjustefna kannski 2.0 og þá líka bara þessi verðmætasköpun í tengslum við margt annað eins og tækni, við getum nefnt hérna Carbfix, GTE og fleiri tæknifyrirtæki sem hafa komið út úr þessu, spila mjög vel saman. Þarna að koma þekking eins og við höfum séð Marel koma upp úr sjávarútvegi og fleiri fyrirtæki og
og það sem líka svona það sem að gerjast mikið og það myndum við alveg vorum með að tala hérna, það svona þessi iðngarapæling, það nánast all land svona pælingar samspil strauma, hita, vass og úrgangsstrauma sem að geta unnið saman og það held ég sé mikilvægt að þróa þessa næstu bylgju af, svona seinni bylgjuna af þessum svona stóriðju verkefnum þannig að þau fara að bæta við sig svona auknum verðmætum þar. En í raun og veru bara svo ég vitna aftur í þessa atvinnustefnu og þessi drög sem liggja fyrir að þar talað sem sagt fjölbreytt störf í öllum landshlutum og það líka talað sem sagt áframhaldandi alþjóðlega samkeppnishæfni málmframleiðanda þannig að ég vísi bara beint í það. Þannig að þetta klárlega verður áfram styrk stoð í utanríkisviðskiptum okkar og við erum öll að horfa til þess að sjá að PCC fara aftur í gang, að það sem í gangi á Grundartanga fara rétt úr kútnum. Þannig að við erum bara mjög bjartsýn og varðandi grænu orkuna, ég held að og við sjáum það á þeim verkefnum sem komin að borði núna að græn orka eitt af þeim atriðum sem að fyrirtæki að sækjast eftir. En það þarf náttúrulega að vera líka samkeppnishæft verð og það þarf að aðrir þættir þurfa að spila með þannig að það sé hægt að koma vörum á markaðinn á réttu verði. Þannig að við getum ekki bara að spila því korti en það skiptir miklu máli og mun skipta máli áfram. Sko nú hefur mikil umræða gervigreind að gagnaver bæði á Íslandi út allan heim. Þú getur ekki að opna stærstu viðskiptamiðlana og að sjá eitthvað AI boom og bara ég veit ekki hvað. Sko almennt talað með þessi fyrirtæki geti til þess greitt mjög hátt verið fyrir raforkuna, kannski 2-falt til 3-falt með við núverandi iðnað sem á Íslandi. Hvernig sjáu þið bara, hvernig getur núverandi iðnað að laga sig að þessum veruleika og þessari nýju samkeppni? Sko ég held ef ég fæs að dressa samkeppnishæfnina og ég skrifa niður hjá mér að því að sko samkeppnishæfni, umhverfismál og svo skal svara spurningunni en sko að því að það verður að horfa á þetta pínu sko pragmatic, hvað að gerast en sko það þannig að það tala samkeppnishæfni Evrópu, við erum í samkeppni við mikið fleiri, við erum búin að vera að tala það, hvernig við erum í alþjóða viðskiptum og erum í samkeppni við heiminn. Síðan hefur Evrópa sett á regluverk sem síðan verið að reyna að venda núna. Það það sem í gangi. Þú veist, það verið, CO2 endurgreiðslan formað þessu. Það sem verið að reyna að venda iðnaðinn til þess að gera samkeppnishæfan ekki sín á milli, heldur við hinn ríkin sem við erum að tala sem eru að ógna samkeppnishæfni og það ástæðan fyrir tollunum líka. Þannig að það verður að horfa á þetta heildstætt, bara ég bæti því inn. En með gagnaverina þá held ég, sko, bara ef við erum að tala þegar landeldi að hvað sem það þá held ég að fyrir Ísland og fyrir okkur sé bara frábært að stækka hlutfall viðskiptavina þannig viðbragðsþróttur okkar sem meiri þegar verða áföll í atvinnugreinum af því þau munu koma og það að við séum að byggja upp fjölbreyttara atvinnulíf, fjölbreyttara notendurinn á kerfinu, ég held að það sé bara í alla staði jákvætt og við eigum ekki að vera að leyfa okkur að tala að við séum hvert og eitt að ógna hvert öðru. Það bara styrkur í því að hafa ólíka notendur, það styrkur í því að hafa notendurinn á kerfinu sem eru hái greiðendur og geta tekið sveiflur og svo framvegis og það bara tækifæri því, þú veist og þannig ég held að við eigum bara að vera að byggja upp fjölbreytta notendur á kerfinu okkar en við þurfum að gera þannig að við getum verið í sátt og samlyndi og okkur sé ekki stilt upp sem óvinnum í að keppast orkuna, sko, þú veist, og það hefur kannski verið vandamáli sem hefur verið skortur í að auka framleiðslumagn á orku, sko, þú veist, þannig að Hvað segir þú, Hanna-Katrín? Já, ég bara ekki einlega viss að ég orði þetta betur en gerði, ég meina þetta bara nákvæmlega svona lykilatriði og við erum svo sem búin að sjá það ekki síst þegar kemur að svona hinum dreifðari byggðum hvað það mikilvægt að það séu fleiri stoðir undir atvinnulíf þar það skiptir auðvitað líka máli annars staðar en sérstaklega þar og það auðvitað markmiðið við ráðum heilmiklu þó að við séum lítið land hér í þessum veruleika sem að blasir við okkur núna við ráðum alveg heilmiklu við stjórnvöld geta gripið enn sterkar inn og tryggt að regluverk sé skilvirkara að hér sé rekstrar umhverfi eins gott og hægt að hér sé næg orka að við höldum áfram að búa svo hnútana að þar liggi skýrt samkeppnisforskot okkar að við séum með fyrirsjáanleika eins og hægt yfir höfuð og svo framvegis. Það heilmikið hægt að gera
og það auðvitað okkar hlutverk að gæta þess á sama tíma og við erum að beita öllum tækum ráðum til að bregðast við því sem aðstæðja núna að við missum ekki þessa bolta og það aftur, svo ég vísi enn og aftur í vinnuna við gerð atvinnustefnunar, það meðal annars markmiðið þar að við séum með skýra sín áfram að minnsta kosti til næstu 10 ára og byggjum síðan ofan á það. Þannig ég kannski bara segja að og aftur, það koma alltaf áföll, við búum vel og það alveg full ástæða til bjartsýni en það líka sennilega meiri ástæða núna en ofta áður til að við stillum saman strengi og förum í róum í sömu átt. Það var að segja á seinni hlutan hjá okkur. Í lokin langum að koma aðeins inn á samkeppnishæfnina og ég búin að skipta glæru hérna. Árið 2020 það kom út skýrsla sem var unnið fyrir iðnaðarráðuneytið af þýska fyrirtækinu Fraunhofer samkeppnishæfni stórnotenda á Íslandi. Megin niðurstaða skýrsluna var að orkuverð væri samkeppnishæft en flutningskostnaður og þessar niðurgreiðslur drægi úr samkeppnishæfninni. Kannski við byrja bara að spyrja þig, þetta var unnið fyrir þitt ráðuneyti þó þú vissulega ekki verið ráðherra á þeim tíma. Við sjáum hérna á myndinni þróun flutningskostnaðar, þetta 50% hækkun frá 2019 og mjög jákvæð breyting milli 2005 og 2006. Það var lækkun á flutningskostnaðinum en enga síður 50% hækkun frá 2019. Á sama tíma hafa þessar niðurgreiðslur í Noregi og öðrum löndum margfaldast sem hefur neikvæð áhrif á okkur. Hvað finnst þér þróun á þessum þáttum? Já, það alveg rétt. Ég meina þessi skýrsla sýnir til dæmis að við erum svona almennt séð samkeppnishæf aðra þjóðir þegar kemur að þættir afurku kostnaðar en það flutningskostnaðurinn sem hér og það enn eitt þátturinn sem við þurfum að gera betur. Aftur svo sem bara þetta sama. Ég almennt ekki hrifin af því að ríki sé að koma með svona afskipti eins og niðurgreiðslur og talandi Noreg þá Ísland svo sem ekkert eina landi sem á erfitt með að keppa við Noreg þegar kemur að þeim þætti. Við þekkjum stöðuna í norskum ríkisfjármálum undanfarinna áratugi. En stóra málið auðvitað bara að búa svo hnútana að við getum tryggt það sem við getum tryggt. Það alltaf að spila þessa samkeppni á öðrum þáttum. En aftur, það markmiðið að vera samkeppnishæf. Markmiðið að tryggja það að framleiðsla fyrirtæki sem standi í framleiðslu, mikilvægu framleiðslu hér á landi hafi aðstöðu til þess að keppa á einum stóra markaði og það þetta hárrétt sem hér kemur fram og við erum kannski búin að fókusera svolítið á Evrópu vegna þessara verndartolla en markaðurinn auðvitað miklu stærri. Þannig að bara rík hagsmunagæsla þegar kemur að því og búa svo hnútana hér að við höfum með samkeppnishæft umhverfi og hægt Niðurgreiðsla við skulum orða það þannig að því maður veit aldrei hvað framtíðin ber í skauti sér að mínum mati síðast úrræðið. En núna eru kannski Ísland og Noregur stærstu löndin í EES og í rauninni niðurgreiðsla í Noregi mun umfangsmeiri en í öðrum Evrópulöndum. Telur að Íslands stjórnvöld hafa eitthvað leyti sofa verðinum þegar reglurnar fóru í gegnum ESA til dæmis á sínum tíma og sérðu fyrir að stjórnvöld muni beita sér í framtíðinni fyrir því að þetta breytist þegar við förum inn í nýtt tímabil? Þessi spurning eiginlega bara stærri og næri lengra aftur en ég treysti mig bara til að svara En pælum bara framtíðin allavega. Já, hvort að við viljum breyta þessu þannig að við stoppum þessar niðurgreiðslur. Já, í rauninni. Já, ég meina ég aftur bara árétta, ég ekki hrifin af slíkum afskiptum ríkisins inn í viðskipti almennt og markaði en það þarf samt og ég bara mjög meðvituð það, við þurfum samt að horfa á stöðuna á heimsvísu eins og hún ef að við mögum ekki heldur stimpla okkur út þannig að þetta stóra samtalið en staðan lítur ekki vel út og kannski svo ég bara fái að því við erum að klára enda eins og ég byrjaði að ég meina við þurfum auðvitað að setjast niður ef að við erum að þróast í það átt að hér eru bara myndast einhverjar stórar viðskiptablokkir í heiminum þá þurfum við svolítið að taka stöðuna fyrir alvöru. Hingað til hefur
Ísland dálítið verið að keppa á raforkunni, löngum samningum með föstu verði. Kannski örstutt í lokin frá okkur öllum. Eitthvað annað sem við ættum að vera að keppa á? Eigum við að keppa á, það eru stuttabóðlegir, eigum við að vera að keppa á kolefnisspori. Á hverja á Íslandi keppa, bara örstutt. Byrjum á þér, Karl. Já, við höfum verið að tala við erlenda fjárfesta sem hafa bæði komið hingað og þegar ég var í Íslandsstofu þá 2021 og ég veit að Íslandsstofu er að vinna þessu aftur að fá viðtöl við þá aðila sem annars vegar hafa komið hingað og fjárfest og hins vegar hafa komið hingað og hætt við að fjárfesta og ég man bara eftir því að 21 var þetta og ég ekkert viss að það breyst mikið síðan en þá eru ákveðin atriði sem eru dregin fram og það meðal annars ákveðið svona ófyrirsjáanleiki í eins og það erfitt að fá svör hér og hvar og það meðal annars það sem við erum að reyna að gera með því að ég komi að reyna að finna einhverja samhæfingu í því. Það flókin ferli og svona ósamhæfð og þetta svona hluti sem fer mest í taugarnar á erlendu fjárfestum. Síðan eru ákveðin atriði sem að koma upp aftur og aftur meðal annars túlkun á skattalögum. Það fer aftur inn í þennan fyrirsjáanleika. Og það svona ýmislegt í umhverfinu sem ég held að við getum alveg lagað og ef við náum að laga þetta vegna þess að við höfum svo margt annað að bjóða en þetta eru ákveðin hlutir en svo náttúrulega kemur við allt aftur og aftur að því að stór verkefni koma hingað og vilja skoða en við erum ekki með orku til að afhenda og það veit ég að langflestir í salnum eru sammála að við þurfum að gera bragarbót á og ef við erum að vinna að. Þannig ef við svona lögum fyrirsjáanleika, lögum ferlan okkar, einföldu regluverkin og hvernig við svona stöndum við það ekki bara hvernig lögin eru heldur hvernig lögin eru framkvæmd pluss það að við tökum skurki í orkuöflun þá held ég að við séum bara mjög vel tilbúin í næsta gig. Kára Álfheiður, örstutt á hverju eigum við að keppa? Örsnöggur en mér langar samt ég verða að koma inn á að ég held bara að saga okkar með stóriðu og raforkukerfinu uppbyggingi þess hefur verið stórkostlega farsæl og aftur í koma einhverju greiningu sem voru einfaldara áður fyrr. Það hefur líka verið tiltölulega einfalt. Það hefur verið byggðstóriða, hún hefur bara keyrt á fullu, verksmiðjurnar og virkjanirnar á fullu allan tíman. Þannig hefur þetta bara verið. Við megum við verðum að bara horfa til þess að þetta eru þetta langtímamarkmið og þó að gefa eitthvað aðeins á báti núna þá þurfum við bara að hugsa þetta dálítið til langstíma. Þannig að mér langar að bæta inn að við þurfum kannski líka þá núna aðeins að bæta inn orðinu bara sveigjanleiki, pínlítið, kannski tímabundið, áður við getum aftur farið að sjá löngu myndina og þannig að þegar kemur kannski að samspili við aðra geira og nýja geira, kannski þarf að hugsa einhverja hlut upp á nýtt, það eru þessi samninga eða einhverja meiri sveigjanleika innan samninga að geta flakkað á milli, bara orku tækifærina á þeim stundum og að því að Hanna-Katrín kemur inn að einhvern stuðning og eitthvað fleira, ég meina það væri ekki svona mikið framleiðslu í Kína ef ekki væri fyrir massívan ríkisstuðning þar í landi. Þannig að það verið auðvitað að reyna að bregðast við þessu kannski í einhverjum tíma áður en að hlutirnir held ég settlast og verða kannski aftur eðlilegir. Þannig að við erum líka að horfa til þess kannski bara með lengri sjónarmið en ekki bara gleyma okkur alveg að kannski verða næstu 5-10 ár pínlítið erfið. Álfheiður, örstutt aftur. Já, ég hef búin að tala nú. En ég held í grunninn það snúist að hlúa samkeppnishæfni í öllu því form og mynd sem það orð felur í sér og þá getur einstaklingsframtakið vaxið en þetta snýst bara það. Lokaorðin. Nei, já, takk. Ég meina þetta eru allt alveg frábæri punktar sem að vonandi raungerast. Mér langar bara kannski aðeins að nefna að íslensk atvinnulíf býr yfir sveigjanleika og vinastrótti svo munar. Íslensk stjórnvöld geta staðið sér betur þegar kemur að ákveðnu sveigjanleika eins og hefur komið hérna inn í regluverki og öðru slíku. Við erum þar eigum að njóta kosta lítils samfélags þannig að það er kannski bolti sem að ég get tekið. En bara þakka ykkur öllum fyrir opnar og efnisríkar umræður og ég gef boltin yfir til Egil sem mun slíta fundinum. Já. Eins og Valur sagði, með þessum áhugaverðu pallborðsumræðum þá ljúkum við þessu í dag. Ég vil þá hvetja ykkur til þess að staldra við hérna frammi, þiggja veitingar og halda spjallinu áfram. Aftur minni á LinkedIn síðuna hjá Viðskiptagreiningu, hvetja ykkur til að skanna hana kóða sem mun leiða ykkur að henni. Og en fyrir hönd Viðskiptagreiningar Landsvirkjunar þá þakka ykkur öllu fyrir þeir sem mættu hér í salinn og einnig þeim sem fylgdu okkur eftir í streymi.
Við sjáumst á næsta opna fundi á nýju ári. Verið sæl.